Sæl, ég heiti Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, ég dósent við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og gestadósent við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Mig langar að vekja athygli þína á því að karlar eru boðnir velkomnir í nám í hjúkrunarfræði við Háskólan á Akureyri og við Háskóla Íslands. Kynntu þér endilega möguleikana á hjúkrunarnámi á heimasíðum háskólana beggja, bæði við HÍ og HA. Það er ný námslína í hjúkrunarfræði við HÍ fyrir fólk sem þegar með aðra háskólagráðu. Það er vilji beggja skóla sem kenna hjúkrunarfræði að auka hlutfall karla í náminu. Þessa glæru fékk ég hjá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem einnig hefur það að markmiði að fjölga körlum í hjúkrunarfræði. Af hverju er mikilvægt að fjölga körlum í hjúkrunarfræðinámi? Jú, veistu að í jafnréttisparadísin á Íslandi erum við með lægsta hlutfall karla starfandi í hjúkrun í heiminum eins og þú getur séð á myndinni. Nútíma samfélög vilja endurspegla kynjajafnvægi í starfsstéttum. 50% skjólstæðinga hjúkrunarfræðinga og heilbrigðiskerfa eru karlmenn. Ný könnun Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að kyn hjúkrunarfræðings skiptir almenning ekki máli. Mikilvægt að fá kynjaglerugu beggja kynja í starfsmenningu hjúkrunar. Fjölbreyttir vinnustaðir meðal annars til kynja leiða til jákvæðari samskipta. Karlmenn eru vannýtt auðlind í skorti á hjúkrunarfræðingum. Það þarf að fá fleiri karlmenn í hjúkrunarnám, það er jafnréttismál og hið eina rétt að gera. Punkturinn sem vantar hér er hvað það er spennandi, gefandi, fjölbreytt og skemmtilegt að vera hjúkrunarfræðingur. Það eru verkefni í gangi þessa mundir sem hvetja karla eða stráka til að fara í hjúkrunarfræðinám á Íslandi. Rannsóknir sýna að það borgar sig að byrja snemma að hvetja unga stráka til að hafa áhuga á hjúkrun. Jafnréttisnefnd Landspítala og Hjúkrunarfræðideildir Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri standað verkefninu Strákar og hjúkrun en það byggir á átakinu Stelpur og tækni sem Háskólinn í Reykjavík hefur staðið að síðastliðin ár með góðum árangri. Þetta verkefni fékk styrk frá Jafnréttissjóði sumarið 2020. Strákar í grunnskólum fá kynning á starfi hjúkrunarfræðinga. Norðurlandaþjóðirnar hafa áhuga á því að fjölga körlum í hjúkrun alveg eins og á Íslandi. Kynntu þér til dæmis nýlega fróðlega skýrslu Men in Nursing og leiðbeiningar hvernig fjölga á körlum í hjúkrunarfræðinámi. Já, einmitt, við þurfum að auglýsa það að karlar séu velkomnir í námið til okkar. Verkefni á vegum Nordregio sem er núna í gangi og styrkt af Norræna jafnréttissjóðnum hefur það að markmiði að laða karlmenn í hjúkrun og leiðrétta misréttið hvað fáir karlmenn eru í hjúkrunarnámi. Já, við erum að undirbúa okkur að taka á móti fleiri körlum í hjúkrunarnám á Íslandi. Í verkefninu á vegum Nordregio erum við meðal annars að skoða námsefni í hjúkrunarfræði með tilliti til kynjaðra ímynda, staðalímynda og mynda sem skreita námsefnið. Hvað má bæta í námsumhverfi nemanda, sérstaklega karla í hjúkrun, upplýsa námsráðgjafa karla í hjúkrunarfræðinámi, kynna fyrir körlum og hvetja þá til að fara í hjúkrunarnám eins og ég að gera núna, reikna út brottfall karla í hjúkrunarfræðinámi, finna nýjar leiðir til að fjölga körlum í hjúkrunarnámi. Við hlökkum til að taka á móti þér í spennandi nám í hjúkrunarfræði við Háskólan á Akureyri og Háskóla Íslands. Kynntu þér námið vandlega og gefðu því séns. Að lokum langar mig að þakka þér fyrir áheyrnina og hafa áhuga á hjúkrunarnámi við Háskóla Íslands og Háskólan á Akureyri. Þakka þér kærlega fyrir að vera hérna með mér. Takk.